Hér ég með nutttæki í höndunum sem ég vil gjarnan kalla nutthandklæði. Það eru hérna kúlur sem eru í lögun svona með göddum eða hnúðum og sem gerir það að verkum að kúlurnar fara svolítið inn í dýptina á vöðvavefnum og markmiðið þetta að nota þetta tæki til þess að auka blóðstreymi og vinna á þreyttum vöðvavef. Og þetta rosalega gott tæki því að þetta nær svo stóru svæði í líkamanum og ég ætla að byrja á því að nudda hérna upp hálsinn og fara með tæki svolítið upp í hérna hnakkafesturnar og hér þú svolítið að stjórna hvort þú setur mikla pressu með því að draga fast niður eða minnka pressuna, bara gera þetta eftir þínu tempói og hvernig þér líður en umfram allt að fara aldrei yfir nein sársaukamörk. Byrja rólega. Svo stjórnar þau svolítið hvort þú vilt fá stóra hreyfingu og þá nýturðu fleiri kúlur í hreyfinguna eða gerir litla hreyfingu þannig að hver kúla svolítið bara meira á sínum stað en nuddast því mun meira inn í vöðvavefinn. Það verður yfirborðskenndari hreyfing ef þú dregur handklæðið í stóra hreyfingu. Nú, svo bara fikrum við okkur hérna áfram, getum farið hérna niður á herðablöðin og svolítið farið bara hérna út á axlarvöðvan, báðum megin. Svo finnst mér svolítið gott að taka handklæðið hérna undir arminn og yfir til þess að ná meira inn á bakið og hérna á milli herðablaðana. Hér eru tryggjupunktar víða í bakinu og þið náið mjög vel að nudda þá í burtu með þessu tæki. Og svo skipta. Og svo færum við okkur neðar hérna á brjóstbakið og alveg niður á mjótbak. Jafnvel bara hérna niður á spjaldbein þar sem að liggja líka sinafestur sem verða oft aumar. Og þetta bara ótrúlega þægilegt að ná svona stóru svæði með einu og sama nudttækinu og geta stjórnað í hvað þú vilt beita miklum þrýstingi, allt eftir þínum þörfum. Og svo getum við farið hér upp á hnén og tekið rassvöðvan og þetta svolítið bara eins og við séð að sért að þurrka úr bakið og jafnvel hérna niður á læri. Nú, svo líka gott að setjast í þessa stöðu og taka aftanverðan hlutann hér með því að nudda þá aftanvert læri og taka einn fót í einu þegar maður tekur kálfann, styttir þá gripið og fikrar hérna upp og niður eftir kálfavöðvanum. Og ef þreytan liggur hér í ilinni og þú vilt auka blóðstreymi þar, að þá mjög gott að nota þetta tæki líka og láta kúlurnar svolítið vinna svona í þessari hreyfingu á innan- og utanverðum jarkanum. Svolítið vont til að byrja með, en vont en það venst. Ég vona að gangi vel og njótir vel. Takk fyrir.